Já, Patrekur, fyrsti viðmælandi. Nú, við læriðum nú ýmislegt. Já, eina sem ég varst leðilegt að við notuðum ekki doktor Ragnhildur. Já. Fattarðu, ég var smá von til þú myndir hendi í það. En hún var æði. Já. Hvað fannst þér svona, hvað fannst þér merkilegast? Ég fannst sko þægilegt að hún var að sko útskýra munin á ESB og EES. Já, sem ég held að fullt af fólki veit ekki í hverju munin felst. Sko, EES afmarkaðra og EES var gert til þess að Norðurlöndin þá, öll nema Danmörk, Sviss og Liechtenstein, Sviss var aldrei með, væru í tvíhliða sambandi við ESB. Þannig að það væri svona tveir pólar í því. Síðan bara fara Svíþjóð og Finnland bæði í Evrópusambandið og þannig að núna eru í EES megin, eða EFTA megin, Ísland, Noregur og Liechtenstein og hinum megin Evrópusambandið. Og þetta samningur sem felur í sér ákveðna svona samstillingu á reglum mörg svið, sérstaklega viðskiptaframleiðslu, en líka ákveðin réttindi, til dæmis til launa ef að fyrirtæki verður gjaldþrota, það eitt dæmi. Og það EES-samningur, þú veist, það svona ákveðin samræminga ákveðinu sviði, opinn markaður, frjálsför, það að við getum, ef að við verðum leið á þessu frábæra veðri sem akkurat í dag, þá getum við flutt til Spánar og unni þar að við finnum vinnu. Við getum, þú veist, fólk, háskólanemar eru í Erasmus, allt þetta. Þetta svona ákveðið samstarf, en ESB umfangsmeira og það að mörgu leyti sko pólitískara og það það eru svið þar undir sem EES nær ekki til, en EES-samningurinn nær samt til mjög stórs hluta af því sem sameiginlegt í Evrópusambandinu. Ekki alls, en stórs hluta. Þannig að við erum með í þó nokkrum hluta, en alls ekki öllum. Og ekki í svona ákvarðanatökunni og pólitíska hluta. Ok. Mér langar að reynda að spyrja það einu. Ég ákvað að spyrja hann ekki út, ég reyndi ekki að hljóma alveg svolítið. Okay. Hvað Liechtenstein? Liechtenstein? Já. Liechtenstein ríki í Evrópu. Það land? Já. Hvar? Ég hef aldrei heyrt þetta. Þú fór að tala það, þá var ég bara, hvað Liechtenstein? Liechtenstein, þetta er eitt af þessum smáríkjum, þetta unni hertogaveldi, held ég þannig, þetta pínulítið, sko. Ok. Þannig að já, þetta ég held sér ekkert allir sem viti hvað þetta sko. Ég fekk alveg áfall, ég var bara Hún var í þessu hópi síðast, einum af þessum hópum. Fannst þér áttaði á því svona hvaða vinna hefði verið unnin síðast þegar við vorum í þessu velli? Nei, eiginlega ekki. Þú veist, ég fatt að þau voru í einhvern samningsviðræðum en svo bara og ég fatt ekki alveg hvernig svona bara hættir, veistu hvað við? Ég bara næ ekki alveg að skilja, það kom bara ný stjór út og þá þetta bara, fattur hætt. Þannig, já, það var bara þannig, sko. Já, og ég fatt ekki alveg hversu langt þau voru komin með hvaða verkefni, skilurðu? Nei, það rétt, þetta eru kablar, þetta eru viðræðu kablar, mér minnir þessi 35, ég ætla nú ekki skjóta með það rámt um mér, en og þau voru búin að opna ákveðið marga kabla, ekki hina, ljúka einhvernum köflum, þannig að þetta nú stendur nú allt saman skrifað einhver staðar, sko. En já, svo kemur bara ný ríkisstjórn, ég meina þetta Samfylking og VG sem fara að staðið þess að vegferð, svo koma Sjálfstæðisflokkur og Framsókn og og Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn vildu ekki gangi í Evrópusambandið og þá ákveðu bara hætta þessum viðræðum. Okay. Það var inni bara þannig. En það ekki smá skrítið að við erum byrjuð í einhverju, þú veist, að bara hætta því? Og til það skiptist ríkis? Já. Ég veit ekki, sko, ef að það alveg skýrt og þess vegna finnst mér svo frábært að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu núna en ekki alþingiskosningar. Við sem kjósendur getum talað miklu skýrar í þjóðaratkvæðagreiðslu um þetta. Kosningar, þá getur líka bara verið að ég sé að kjósum eitthvað allt annað, en það lesið sem afstæða mín í þessu. Og það svo sem ekkit sko skrítið, ef að það stendur ekki til að klára þetta, og ef það ekki alvar á bakvið, þá geta verið að nota fullt af fólki hér og eyða tíma samningsaðilana. Mér langaði sko smá vita út á kostnaðinn, og til mér svo margir alltaf verið að tala um kostnaðinn. Og þú veist, mér fannst smá svona, hún gat ekki svara mér
neitt það, þannig séð ekki hvað fólk var með í laun þú veist, ekki hvað þetta kostaði hvort það sé hægt að hugsa hversu mikið þetta kostaði, þú veist, út í minnst að vera stór partur af því sem fólk að nota, þú veist, á móti hver kostnaðurinn en hún, og þegar hún var að tala við mig, þá var hún hins vegar nokkuð skýr með það, fannst mér að það væri alveg ljóst að það myndi að minnstakosti fara svona mikið tími hjá þeim sem að væri í þessu og bara í stjórnkerfinu í þessarinu okay. Það sem þarf að gera að það þarf að kortleggja reglur Evrópusambandsins, kortleggja íslenska löggjöf, bera saman, sjá hvar á milli, skilurðu, og þetta er bara svona tæknilegt líka í málum sem engin ágreiningur Síðan þarf þetta í málefnum sem eru mikilvæg, og þannig ég að hugsa til dæmis sjávarútveginn, þá þarf að hugsa hvað það sem skiptir máli, hvernig á að ræða það. Þannig að í málaflokkurinn sem ég vann í voru dóms- og innanríkismál og mannréttindi og þar bara, þú veist, allir eru aðilar að mannréttindasáttmála Evrópu, íslenski mannréttindakaflinn í stjórnarskrá byggður svolítið á honum, hvar ber í milli, það þá eitthvað sem við þurfum að láta sérstaklega einhvern veginn taka afstöðu til hvort við viljum halda breyta, þú veist hvernig, eða þetta eitthvað sem hægt að segja þetta fellur saman og þess vegna þetta ekki þannig að það sé sjálfkrafa þannig að það þurfa að breyta öllu sem stangast á. Það fullt af hlutum, það hægt að velta því fyrir sér hvort að stangast á það ekki. Já, þannig að það svona, ég held að við megum alveg slá því föstu að ég meina þetta er alveg verkefni, sko. Ef þú verður sagt já. Þetta eins og hún sagði að það að taka þessu alvarlega og það að gera þetta fullan krafti, sko. En ég meina hún var líka að tala við mig var hún að tala sem sagt sko að því að því sem við talaði núna hvort að það fari einhvers konar aðlögun að stað bara við það að segja já í þessar atkvæðagreiðslu í ágúst, hvort að þeirra fara að breyta alls konar hlutum á Íslandi, bara við það að fara í þessar viðræður og mér fannst hún alveg útskýra það ágætlega að jú mögulega þyrftum við að gera ákveðnar breytingar en það væri eins og spurning hvort að þetta endilega kalla allt saman aðlögun. Við megum aldrei gleyma því að við sem Íslendingar við tökum okkar ákvarðanir í þessu ferli. Þannig ef að einhver hefur ákveðið í ráðuneytinu eða annar staðar, hér eru hlutir sem bara væri gott að breyta, við ætlum að gera það 1988 en gerðum það ekki og því þá breytt. Það aðlögun að Evrópusambandinu eða það eitthvað sem kemur í ljós þegar farið alveg yfir lagakerfið? Ég skal ekki segja og þess vegna finnst mér þessi umræða þú veist, það þá bara strax flókin skilur vegna þess að það svo mikið af þessum samtölum og ekkert bara við ESB heldur innanlands bara, vissur að þetta væri ennþá þetta eitthvað sem við viljum hafa vegna þess að það nú ekki eins og að sitja hópur manna allan daginn og fari yfir lagakerfið allt að því leiti sem það snertir Evrópusamslöggjöfina Svolítið að kíkjum móttunar en það fer tími orka í þetta það ekki? Jú ef vel á að vera, þá verður að gera það vegna þess að ef að það verður farið í viðræður þá verður þetta að taka þær alvarlega og gæta bæði hagsmuna Íslands og sanngirni Breytingar og hverju þá? Stjórnarskráni? Já, ef við göngum, já, hún sagði það þetta hún sagði að það var alveg skýr með það ef við ætlum að ganga í Evrópusambandið, hennamati þá þurfum við að breyta stjórnarskráni ekki búið að vera að kalla svolítið eftir því í smá tíma? Jú, og eins og hún sagði, sumu finnst að það þurfi bara að gera það núna óháð því hvort að við göngum í Evrópusambandið eða ekki. Það að segja varðandi það að stjórnarskráin í dag heimilar ekki með skýrum hætti að Ísland framselji vald til einhverja alþjóðlegra stofnana. Ég þeirra skoðunar og allir held ég eða langt flestir að til þess að gangi ESB þurfi stjórnarskrárbreytingu. Ég hins vegar þeirra skoðunar að það þurfi stjórnarskrárbreytingu hvað sem vegna þess að við erum í svo mörgum samningum að það sé bara gott að skýra hvað má og hvað má ekki. En hana þarf klárlega fyrir ESB og þetta ekkert sér íslenskt mál. Þannig ákvæði
heimild til að framselja vald eru í til dæmis norrænu stjórnarskránum, bæði þeim sem eru í ESB og komu þá oft inn þess vegna, en líka í Noregi sem það ekki. Og svo það sé alveg skýrt í stjórnarskrána, þú ert þá að meina ákvæði sem myndi þá kveða á það sé heimilt að framselja hlutavaldi til alþjóðlegra stofnana. Já, og svona ákvæði eru oft með tilteknum skilyrðum sem þá kannski einhver hluti alþingis, einhver stór hluti alþingis eða einhver málsmeðferð heimilt að framselja vald til alþjóðastofnana enda starfi þær í þágu X-Y og Z. Það má ekki vera hvað sem og það þarf að vera afturkallanlegt, það þarf að vera eitthvað svona. Þannig að það eru þá sett ákveðin skilyrði fyrir því. Það ekkert svona ákvæði í íslensku stjórnarskránni. Það hefur verið litið svo á að sé heimilt vegna venju, vegna þetta hefur verið gert síðan stjórnarskráin var sett að framselja smávald hér og þar, en venjureglur dásamlegar og þær eru náttúrulega svolítið svona óskýrar á kontónum að minnstakosti og ég þeirra skoðan að það væri ekki hægt að gangi í ESB á neinum slíkum grunni. Það þyrfti þá skýrt ákvæði og málsmeðferð samkvæmt og það held ég að sé engin að deila. Eitt af því sem að mér fannst líka mjög áhugavert og þegar var að tala við þig, það snerist svona, og þú varst að spyrja út í bæði hvar fólk gæti fengið upplýsingar. Hvar myndir þú segja væri kannski léttast fyrir fólk að leita sér upplýsinga án þess að þurfa að lesa einhverja svakalegar skýrslur? Einhver stað þar sem hægt bara að lesa stutt og létt og þægilega? Það verður gert eitthvað kynningarefni nú fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna, síðan eru upplýsingar ESB bara, þú veist, á Wikipedia og það og góðar upplýsingar síðan. Þú ert ekki rektor í háskólanum og ert að mæla með Wikipedia? Sem einu heimild. Nei. Það ég að segja bara, þú veist, örlítið Google Evrópusambandið mun leiða inn á síður þess sem almennilega heimild. Góður punktur. Ógeðslega fyndir þetta með Wikipedia? Já, mér finnst það kast. Út í að ég hef ekki verið í langri skólagöngu en ég veit að maður ekki að fara á Wikipedia. Það hægt að breyta Wikipedia. Hefurðu gert það? Nei, ég hef ekki gert það. Það hægt, það ógeðslega fyndið og getur bulla bara. Getur bara búið til fake news á Wikipedia. Ef að gera það eftir þátt? Já, hví ekki. Já, en hún var sér að tala þetta en hún var líka að tala bara síðan mikilvægi þess að taka afstöðu og taka út og sérstaklega ungt fólk. Mér finnst margir í kringum ekkert endilega vera eitthvað mikið að pæla í þessu, bara svolítið svona bara alveg sama, eitthvað svona fólk kannski fattar ekki alveg hversu mikið máli þetta skiptir. Ég hef smá áhyggjur af því. Ég var einmitt alltaf að bíða fram með borgarstjórnarkosningar og sveitarstjórnarkosningarnar að sjá hvort að það kæmi meiri kraftur í þessa umræðu, en ég held að aðalmáli sé að það þýðir ekki að, við ætlum ekki að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu og 2 ára fresti. Þannig, eða ársfresti þetta. Þannig að fólk verður að setja sig aðeins inn í, taka ákvörðun og kjósa bara til þess að vera ekki súrt út í alla hina eftir einhver ár. Mér finnst nefnilega, þú veist, allavega fólkið í kringum mig ekki, vera eitthvað voðalega spennt fyrir þessu. Þú veist, mér finnst allt öðruvísi sjónarhorn á þetta en borgarstjórnarkosningar sem voru að klárast. Þú veist, fólk var miklu meira einhvern veginn inn í því og ætlaði að kjósa og eitthvað svona. En mér finnst fólk allavega í kringum mig vera svolítið bara eitthvað svona ég nenni ekki að pæla í þessu. Já. Það hefur alveg verið og það hafa alveg verið gerð átök því að kosningaþátttaka hjá ungu fólki hefur farið aðeins niður á við. Heldur að við aðeins reynda að tekið við sér í síðustu alþingiskosningum ef ég man rétt. En þetta hefur alveg verið áhyggjadriði og ég veit að núna einmitt fólk að hugsa, mun ungt fólk vilja og nenna að taka þátt í þessum kosningum af því að þeir eru kannski þú ert ekki að kjósa einstaklinga. Ég veit það ekki, finnst þér svona einfaldari hugsun að kjósa einstakling og segja já við þessum einstaklingi eða nei við einhverjum einstaklingi frekar en bara já og nei við einhverju hugmyndum að fara í einhverja viðræður? Hvernig svona, ef þú bara hugsa, já, ok, mér vantar andlit, finnst þér að vera þannig og þú þurfa að fá andlit á kosninguna til þess að hún veki áhuga hjá þér? Nei, ekki endilega. Nei. En ef mannskjarn væri alveg cute, þá væri það kannski þægilega. Þú veist hvað við? Já. Fattar þau? Já, ok.
mér finnst alltaf svo skemmtlegt þannig að stjórnmálaflokkar eru náttúrulega algjört grundvallaratriði í lýðræðinu en samt pólitík ekki hópíþrótt þannig skilur ekki svona, ekki þjóðaratkvæðagreiðslan vegna þess að það eru flestir, ef ekki allir flokkar flestir, eru klofnir einhver leiti, þú finnur hvort ekki í báðum flokkum þannig að þess vegna hef ég ekki góða tilfinningu fyrir því hvernig þetta verður en mér langar ótrúlega mikið til að ungt fólk seti sig inn í og kjósi sama hvað það kýs bara vegna þess að við miðaldra gengið eigum ekki að taka allar ákvarðanir fyrir ykkur sko og því að ég held einmitt að það frekar fullorðið fólk sem frá að kjósa og ég vona það fólk hugsi hvernig verður Ísland fyrir barnabörnum mín og til að sumir verða ekki tíðan eftir 10 ár sko við þannig að það breyti þau engu fattar mig? Þetta kosningu framtíðina? Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir Er það galið? Nei Já, fólk vil svona kannski skilja eftir sig eitthvað sem að kannski einhverja sterkar skoðun á okkur og vilt að landið fari einhver ákveðna átt Period, ok Er það ekki? Jú Herðu, þetta var fyrsti þátturinn Yes Svo ætlum við nú bara að fara að tala við þú varst nú minnust á heimsínu og Evrópuhreyfinguna Þurfum við ekki að ræða við þau? Jú, ég mjög til í það Er það ekki? Jú Heyra hvað að segja Láta það svona standa fyrir máli sinu Öfga já, öfga nei Já Period Eitthvað svo leiðis Herðu, takk fyrir daginn Takk fyrir daginn